aðeins til að hafa formála að þessu og svona ég hef komið svona inn í þessar sögur sem geðlæknir og hef svona reynt að kannski rýna í bakgrunninn og svona persónuleika þessara einstaklinga sem þarna eiga hlut að máli og svona rýna í tilfinningar og hvað að gerast svona bak við tjöldin. Vegna þess að manneskjan, hún breytist afskaplega lítið. Hún hefur breyst mjög lítið í aldanna rás. Þetta eru sömu tilfinningar sem eru að fást við, afbrýðisemi, öfund, hatur, ást, kærleikur og allar þetta tilfinningaróf að þetta hefur svona fylgt manninum alla tíð. Svo við erum að fást við svona svipaðar tilfinningar á öllum tímum. Þannig að sorgina, gleðina og allt sem að þessu fylgir. Og ég hef svo mikið verið að rýna í þetta í þessum Íslendingasögum og Sturlungu. Og ég hef svona gengið dálítið inn í þetta svona sem alþýðu fræðimaður. Og hef gengið inn í þetta ofskaplega svona mikil tilfinningu og sem að svona kannski stafar af uppeldinu að sko pabbi hann taldi sig vera afkomandi Egils Skallagrímssonar og var alveg á því að Egill Skallagrímsson var afans eða langafans og þá var hann afi minn og af því að afarvínir báðir voru dánir þegar ég fæddist þá eiginlega kom Egill Skallagrímsson í staðinn og pabbi sagði alltaf sko hvað er hann Egill afiðir myndi segja þetta og hvað er hann Egill hefði sagt ef þú hefði gert þetta hjá Nagli og svona og þetta þannig að ég svona alinn upp í þessu og af því að hann var Borgfirðingur þá var hann líka sko svona taldi sig vera einn af Sturlungum og svo ég alinn upp svona sem fylgismaður Sturlunga og svona hefði alltaf verið með þeim í liði og þannig svona og fór þannig stemma líka á þá sem frændur mína sko og það er ágætt svona nálgun á þessar sögur það að gera þetta mjög persónulegt og til dæmis ég gerði þetta, var að leita alltaf á Gissur Þorvaldsson Jarl sko sem enga óvinn minn bara ég var þegar ég var að vinna á Símanum sem ungur drengur og sendillar og það var maður sem var að vinna sem hét Gissur og ég gat aldrei nefnt nafnið hans það var mjög skrítið, ég var 12 ára og gat ekki sko sagt við hann hérna Gissur, það er bréf til því það var ekki hægt, ég gat ekki skilið hvernig hann gat heitið þessu nafni og þannig að ég gekk alveg inn í þetta svona af mjög mikilli tilfinningu og ég hérna síðan fer ég fyrir mörgum árum síðan þá fer ég að velta fyrir mér svona þessum persónuleika og hvað er svona persónuleika helstu persóna í Íslendingasögum og hvað það var sem að svona dreif þá áfram og síðan fyrir 2 árum síðan þá gaf ég út þessa bók hér sem heitir Sturlunga geðlæknisins sem fjallar eiginlega svona þetta tilfinningar, persónuleika þessara einstaklinga sem við kynnumst í Sturlungu og Sturlunga er einmitt það sem við erum að tala í dag og sérstaklega sem Einar mun tala við erum að tala tilfinningu, við erum að tala verknað eða fyrirbæri sem við kallum hefnd og hefndin er náttúrulega jafn gömul mannkyni, við erum með allar þessar reglur hefndina í Gamla testamentinu auga fyrir auga og tönn fyrir tönn og síðan ef við förum inn í Íslendingasögur þá verður hefndin afskaplega ríkjandi fyrirbæri og þegar við erum að tala flugumýrabrennu að þá vitum við það að flugumýrabrenna er fyrst og fremst að þarna eru Sturlungar eða Eyjólfur Þorsteinsson Ofsi hann er að hefna tengdaföður síns eða hann lítur svo á en hann er náttúrulega fyrst og fremst að reyna að hafa konuna sína góða og þetta er náttúrulega skelfilegt hjónaband með þessa reiðu konu alltaf á sænginni sem er alltaf að segja honum söguna af því hvernig Gissur Þorvaldsson drap föður sinn
Ég held að það var afskaplega gleðilaust og óskemmtilegt hjónaband hjá aumingja Eyjólfi. Og hann sjálfur náttúrulega persónuleika raskaður fyrir með einhverjar mótþróa og þrjóskuröskun og ansi svona ADHD-legur. Þannig að þetta verður smám saman að svona ákveðinni þráhyggju, þessi hefndarþráhyggja Þuríðar konu hans. Og þetta hefur náttúrulega sett svip sinn á hjónabandið og allt heimilislífið hjá honum, bæði þegar hann bjó í Geldingaholti og sömuleiðis þegar hann bjó í Eyjafirði. En það er svona spurning, þetta snýst allt um þessa hefnd. Og má vera að segja Örlygsstaðabardagi snýst náttúrulega einhver leyti líka um hefnd eða náttúrulega völd. Þannig að menn er alltaf að eltast við þessa hefnd. Og innan geðlækninganna þá höfum við skoðað mikið hefndina og verið velta fyrir hvaða áhrif hefur hefndin, þessi hefndarþorsti, hvaða áhrif hefur hann á geðheilsu fólks. Og þá kemur einmitt í ljós að þessi þráhyggja hefndarinnar, þessi hefndarþráhyggja, hún hefur afskaplega vond áhrif á geðheilsu fólks. Að festast inn í svona hefndarþráhyggju, það er mjög óhollt. Og ef maður hefur orðið fyrir mikilli sorg, miklu missi, eins og Gissur Þorvaldsson verður fyrir í Flugumýrabrennu, að þegar hefndin verður svona sterk tilfinning, þá seinkar öllum andlegum bata. Þannig að vegna þess að hefndin verður svo mikið þráhyggja að það er ekkert annað sem í raun kemst að. Og þetta sér maður eins og hjá Þuríði, Sturludóttur, frænku minni, að þegar hún er að hvetja Eyjólf ofsa áfram að það er þetta eina sem kemst að, það er hefndin og það er það eina sem skiptir máli. Og það er það sem að veldur síðan gríðarlega miklum svona langvinnum andlegum vandamálum sem við sjáum síðan hjá Gissuri Þorvaldssyni, að jafnvel þó að hann nái fram einhverjum hefndum, þá einhvern veginn áttar hann sig á því, og það er það sem allir áttar sig á í raun og veru, að þó hefndin sé mjög grimmileg og svo margir séu drepnir, að þá lífgar það ekki við konur hans eða synina þrjá. Og það er alveg sama þó að Gissur sé drepinn, að það Sturla Sighvatsson lifnar ekki við. Og þetta er einhvern veginn þessi mestu vandamál hefndarinnar, þegar sá sem er að hefna, þegar hann áttar sig á því að allt er í raun til einskis. En strax eftir að hefndin hefur orðið, að þá finnur hefnandinn fyrir afskaplega svona skammvinnri sælu tilfinningu, sem er einhvers konar fullnæging eða víma, einhvers svona sælu víma sem hann finnur fyrir, en hún rennur mjög fljótt af honum, vegna þess að hann áttar sig á því að þetta er allt saman, það gerist ekki neitt annað, bara lífið heldur áfram, þeir dánir jafn dánir og áður, þannig að hefndin skiptir í raun og veru afskaplega litlu máli upp á geðheilsu þeirra sem er að fást við hana. Og þetta er allt svona mjög brýnt að hafa í huga vegna þess að svona tilgangsleysi alls þessa, og þetta að hefndin sem slík, að hún skilar svo litlu, það skilar ekki einhverjum miklum bata eða svona sálarró eða sálarhreinsun sem að fólk er að leitast eftir. En það er svo Sigurður var að tala að þegar að kemur að Flugumýrabrennu, að þá er Gissur kominn heim aftur og Þórður Kakali er fastur út í Noregi að drekka sig í hel úr tómu leiðindum og leiðist alveg óskaplega við hirð konungs, svo skiljanlegt, og hugsar heim. Og þeir eru komnir þarna erindrekarnir, það er að segja Gissur og Þorgils Garði, sem hann er náfrændi Þórðar, en við Sturlungar teljum hann mikla ættarskömm, leiðindamaður og svona einþykkur, ferkantaður, óskemmtilegur piltur sem að dó hörmulegum dauðdaga sem við syrgjum nú ekki, Sturlungar, en það er önnur saga. En Þorgils er kominn þarna líka og á að taka við Borgarfirði, en Borgfirðingar þeir
veittu honum afskaplega litla athygli og vildu eiginlega ekki fá hann sem foringja sinn. En Gissur, hann einhvern veginn kemur heim og það eins og hann átti sig á því að þessi ófriður, að hann skilar engu. Þannig að núna ætla ég að sættast við þessa fjandmenn mína. Og ég ætla sem sé að friðmælast við þá og reyna að fá frið allt land. Og hvort að þetta liður í einhverju valdatafli að koma Ísland undir konung, eða hvort þetta fyrst og fremst hans sjálfs vegna að hann einhvern veginn vill lifa í friði. Og hvor skýringi sem líklegri að þá ákveður hann sem sé að halda þennan friðarfund með Sturlu og Hrafni og þá ákveðið þetta brúðkaup. Og þetta brúðkaup náttúrulega ákveðið eins og var ákveðið venjulega á þessum tímum að það eru feðurnir sem að ákveða ráðahag barna sinna. Og þetta náttúrulega kerfi sem því miður búið að taka af og við vitum það öll sem eigum erfið tengdabörn að það væri náttúrulega mikið ráðlegra að við værum allavega með í ráðum varðandi ráðahag barnanna en nú sko megum við þakka fyrir að vera búið í brúðkaupið ef við borgum fyrir það. Og en hvað það að þessir stjórnsömu menn, Gissur og Sturla, þeir ákveða þetta og það mjög ólíklegt að þau hafi þekkst eða hist áður, Hallur og Ingibjörg. Hallur nú 8 árum eða 7 árum eldri en Ingibjörg og hún ekki nema 13-14 ára, þannig að hún nú ekki ýkja gömul þegar hún gefin inn í þetta brúðkaup, en þetta var síðvenja á þessum tímum eins og við vitum. Og þetta náttúrulega sko mjög gamall siður að innsigla sættir á þennan hátt með því að tengja saman hinar stríðandi fjölskyldur. Og Snorri Sturluson hann var mjög öflugur í þessu sem sé að gifta dætur sínar hinum á þessum síðblindingum til þess að sættast, til þess að geta síðan aftalda öfluga síðblinda tengdasyni, en það önnur saga. Þannig að þetta svona gömul aðferð til þess að sætta það að gefa saman börn úr ólíkum fjölskyldum. Og það þetta sem að þeir gera og síðan eftir þessara miklu brúðkaupsveislu þarna í Flugumýri einmitt þetta leyti. Nú, maður fær eiginlega svona strax þá tilfinningu, verður svo vondu tilfinningu að þetta mun allt saman enda illa. Og maður fær þá tilfinningu að Eyjólfur Ofsi, að hann ætlar sér að fara í þetta brúðkaup og hann ætlar ekki að koma þetta með einhver skemmtiatriði eða koma með KitchenAid hrærivél í brúðargjöf, heldur hann ætlar að vera með einhvern óskunda. Maður fær þessa tilfinningu og svo fær maður þessa tilfinningu að þetta muni allt saman enda mjög illa. Og maður fær líka þá tilfinningu sem sé að Hrafn Oddsson, sem þarna einn af aðalmönnunum í sættinni, að hann veit af þessari aðför sem verið að skipuleggja. Þannig að það á annars vegar verið að skipuleggja þetta flotta brúðkaup og hins vegar verið að skipuleggja það að hleypa því upp með ófriði. Og Hrafn eiginlega báðum megin borðsins, honum boðið í brúðkaupið, en hann líka, hann vitorðsmaður með þeim sem ætla að hleypa upp brúðkaupinu. Og síðan kemur þessi langa lýsing á þessari miklu veislu sem haldin í Flugumýri og það lýsing á hvað borið fram, það mikið drukkið og þetta stórkostleg veisla. Gissur heldur ágæta ræðu þar sem hann fagnar friði og fagnar gestunum og mjög svona kátur og síðan kemur þarna einn af brennumönnum sem að síðar verður, það Ari Ingimundarson og einhvern veginn talar við Gissur undir rós
og svarar honum líka undir rós, þannig að Gissur hefði mátt skilja hvað í raun og veru stendur til. Þannig að sko það er svona ótrúlega mikið af svona teiknum sem að svona boða illt. Og síðan einhvern veginn fara allir að sofa og veislunni lýkur. Þetta er eins og venjulega brúðkaupsveisla sem stendur í nokkra daga og síðan koma brennumenn og það er eins og Sigurður sagði áðan að það er einn af brennumönnum sem heitir Beinir, eins og markvörður hjá KR sem er einu maður sem heitir Beinir sem ég þekki og hann Beinir hann honum tekst að vara fólk við í skálanum og menn hlaupa upp og þar með er þessi miklu ófriður skollin á. Og þetta er síðan svona mikil svona, það er dregnar upp í brennunni, það dregnar upp svona ótrúlega margar svona skemmtilegar litlar myndir og eins og svona sem að myndu birtast á vísir.is, sko, svona litlar myndir af þekkta fólkinu í brennunni og þá dregin upp svona mjög svona mynd sem að Sturla er að draga upp sem skrifar þetta, það er myndin af Hrafni Oddssyni. Einar, hvernig er sú mynd þegar Hrafn er í veislunni? Sko, mér finnst Hrafn Oddsson vera áhugaverðasti maðurinn í þessu öllu saman, eins og við vitum, og þeir hafa báðir nefnt, þá hefur, þegar þarna er komið sögu, verið samfellt í rauninni blóðugt ófriðartímabil á Íslandi í 15 ár. Vísuverið var rólegt þessi 3-4 ár sem að Þórður Kakali réði, en ef við bara lítum á þetta hér að hérna, þá 1238, þá er þessi hroðalegi og mannsgæði bardagi á Örlyfsstöðum. Farðu nú að tala Hrafn Oddsson, ekki fara einhverjum formála. Þetta draga upp myndina. Síðan kemur Flóabardagi, þar sem að menn stráfalla, síðan er Haugsnesbardagi hérna fyrir neðan, þar sem að mörgkundur maður svo drefnir og það er óhugnaður í fólki. Og þegar Gissur kemur heim, sendur af konungi til þess að í rauninni gera Ísland að skattlandi, þá finnur hann að það er stemning fyrir friði. Og forystumenn andstæðingana þá og bjuggu vestur á landi voru líklega Sturla Þórðarson og Hrafn Oddsson. Hrafn Oddsson hafði snemma komið inn í Sturlungaflokkin, var skyldur þeim, var samherji og vinur Þórðar Kakal, alveg frá þeim var 16 ára gamall. Og til þess að ná þessum sáttum, þá talar hann við þessa 2 menn. Og það er samið það að gifta son Gissurar og Ég var búinn að segja þetta, Steini. Þú varst búinn að segja þetta? Já, og það er að segja þetta, þá myndi áttir bara að segja að Hrafni Oddssyni í veislunni. Það var það sem ég baði um. Að sum sé það sem að er lykilmaður á að vera í sættinni er Hrafn Oddsson. Já. Og hann á að koma í boðið sem boðsmaður þeirra tveggja. Já. Það er að segja feðranna. Og hann er sem sagt einhver aðalmaður á leiðinni þangað, þá hittir hann bróður Eyjólfs Þorsteinssonar Ofsa sem að segir við hann, getur þú ekki verið einni nótt lengur og opna fyrir okkur þetta, ég vil koma inn og drepa hann alla. Og hann er þarna komin í klemmu. Við þekkjum svona klemmu úr Njálssögu, það er nú svo margt í Njálssögu sem er eins og í þessum aðdraganda. Það er maður sem heitir Ingjaldur á Keldum og hann sem sagt er beðinn að vera með í aðföruna að Njálsbrennu. Hann vill ekki vera með en vill heldur ekki svíkja vini sína með því að segja þessi að koma, en hann getur bara verið eitthvað stær í burtu. Hann er ekki að fara á Bergþórskvol til þess að sitja hérna veislu með þeim sem hann veit á að fara að drepa, en það sem Hrafn Oddsson lendir í er þetta. Heyrðu, þeir ætla að koma á þriðjudaginn, ég er að koma hérna á laugardaginn. Ég kem á laugardegi, þeir koma 3 dögum seinna og ætla að drepa alla á bænum. Ég þarf hins vegar að vera í veislu allan tíma.
og lýsingin á því að hann kemur, það eru miklar sátta og skálaræður, allir faðmast, hann situr við hliðina á einum af sonum Gissurar og Gróu sem að veit að verður drepinn, þetta svili hans, Eyjólfur Ofsi sem að koma, þeir eru giftir systrum. Hann veit það en þeir sitja þar og skála og minnast við, jafnan þegar þeir skála, þar að segja þeir kyssast. Það ekkert nema gleði og elskusemi og þetta þarf hann að afbera í 3 sólarhringa. Vitandi það að hann svíkjandi allt og alla. Sko, ykkur á okkur í þessum sporum hefði gert sér upp magapínu. Eða ámusótt eins og það var kallað þegar Snorri Sturluson. En hann getur þetta. Og síðan þegar hann að kveðja á morguninn, þar sé daginn sem að verslunni lýkur og daginn áður en að hann veit að svili hans að koma með harsnúðum flokk til þess að drepa alla á bænum, Gissur og syni hans og kannski 20 manns í viðbót, að þá stendur hann og faðmar Gissur út á hlaðinu og þiggur af honum stór gjafir, góð hest héðan úr Skagafirði. Og þetta það sem ég finnst einna áhugaverðast, sérstaklega því að ég kom inn á það hérna eftir hléð, hvað hans þátt í eftirmálanum. En, Óttar, þú klárar þetta? Þetta mjög merkileg mannlýsing í raun og veru, hvernig Hrafni í raun og tekst að leika svona 2 skjöldum og í raun og veru að gleðjast og takast einhvern algjörlega að útiloka úr huga sér þegar hann að kissa þennan unga mann og skála við hann að hann mun sennilega vera dauður að morgni. En þetta tekst honum sem að mjög merkilegt og það ákveðin svona persónuleiki sem að getur þetta einhvern veginn að leiki svona 2 skjöldum og verið í 2 hlutverkum eða með 2 andlit sem að snúa að umheiminum. Og þetta svona eitt af því sem að mjög merkilegt við Einmitt Hrafn Oddsson, hann svona alveg kapítuli út af fyrir sig í Sturlungu og sérstaklega það hvernig hann tekst að lifa allt af í raun og veru. Nú þegar að brennumenn koma þá eru heimamenn gengnir til náða og það síðan mikil lýsing af því hvernig menn hlaupa upp og reyna að ná vopnum sínum og verjum og hinn ungi brúðgumi að hann hleypur upp á náttklæðunum einum saman og liggur þarna í einni sæng með hinni ungu brúði og síðan lýsing á því hvernig menn verjast og greinilega til heimamenn, þeir verjast mjög vel þegar þeir hafa náð vopnum sínum og það svona ýmsar senur sem að Sturla dregur upp, svona myndir af því þegar að Hallur að verjast eiginlega á brókinni sem orðið komast og síðan brúðurinn unga sem að stekkur upp og Gróa, tengdamóðurinnar, hún reynir að taka hana að sér og maður svona heyrir einhvern veginn og sér þennan óhugnað sem allur þarna inni. Það eru sárir menn sem að veina og það snarkið í eldinum og það öskrin í bardagabönnum og það vopnaklíður og einhvern veginn í öllu þessu þá tekst honum samt að draga upp svona fallegar myndir eins og þegar Gróa tekur eiginlega að sér þessa ungu stúlku sem orðin tengdadóttir hennar og reynir einhvern veginn að hugga hana, segja eitt skal yfir okkur báðar ganga og þetta svona falleg mynd sem dregin upp, svona tekin út úr óhugnaðinum öllum sem þarna allt í kringum fólkið. Og síðan í raun og veru ekki orðlengja það að Gissur, eins og allir vita, hann kemst undan eins og fyrir kraftaverk. Hann skríður ofan í Sýruker og tekst að fela sig þar og síðan lýsing á því að brennumenn komi og stingi spjótum ofan í Sýrukerið sem nú býsna ólíklegt, finnst nú Einari, vinnu mínum, að þeir hafi gert það en hann
segir að Gissur hafi logið þessu að Sturlu, en það er önnur saga. En hvað það, að það svona, þetta allt að gerast þarna og brennumenn þeir átta sig á því að tíminn takmarkaður og þeir svona átta sig á því að þeir verða að fara því að annars komi liðsafnaður úr héraðinu og til að bjarga Gissuri. Og síðan eru dregnar upp svona aðrar myndir úr brunanum eins og Árni Beiskur sem var einn af þeim sem að vóg Snorra Sturluson, frænda minn, að Árni Beiskur að hann kemst úr eldinum einmitt með Halli brúðguma og einhvern veginn er felldur og segir þá mjög æðrulaust að hér liggi Árni Beiskur og ég mun ekki beiðast neinna gríða. Og síðan segir hann að sér að ljúft að fylgja Halli þangað sem hann fari og þá segir Kolbeinn Grön að þá man engin Snorra Sturluson ef að þú ferð að halda lífi og hann þar með drepinn. Og síðan allt þetta miskunnarlausa dauðastríð Halls að hann höggvinn og það kelur í sárin og hann borinn á skildi þarna inn í kirkju og deyr. Þannig að þetta óskaplega dramatísk lýsing á bardaganum. En þeir sem sé hverfa af vettvangi, brennumenn og átta sig á því að þeir verða að fara og síðan komur til að raun það tiltölulega fljótlega að Gissur hefur haldið lífi og það mjög dramatísk einmitt sú lýsing hvernig Gissur í raun og veru kemst í kirkju og þar kona Hallfríður sem að yljar honum og einhvern veginn kemur lífi í hann aftur. Og þar með þessi skelfilega brenna, einhvern veginn hann situr þarna og talar við frænda sig Pál Kolbeinsson og þá borin á skildi, það lík eða svona hans Tryggja og Gróu konans og þá eiginlega grætur hann einu tári sem eins og hagl sem að hrekkur úr auganu. Og þetta líka svona mjög dramatísk lýsing hjá Sturlu, þessi lýsing á Gissuri eftir brennuna, hvernig hann bregst í raun og veru við þegar hann að sýna Páli í raun og veru þessi brunnu lík sem þarna fyrir framan hann. Og þar með eiginlega þessi mesti óheilla atburður í raun og veru sem að gerist þarna á þessu tímabili, orðin að veruleika og orðin þannig að og Flugumýrabrenna hefur náttúrulega ótrúlega miklar og vondar afleiðingar fyrir allt samfélagið. Gissur hann fer í mikinn hefndarleiðangur og náttúrulega eins og áður, hann rífur allar sættir, hann gengur á alla eyða eins og hann búinn að gera alveg eiginlega frá Apavatnsför og í sambandi við samskipti sín með brennumenn þá það sama upp á teningnum að hann rífur þá eyða sem hann gefur og drepur síðan nokkra sem hann nær höndum yfir. En ef þeir líf hans mótast eftir þetta mjög mikið af hefndinni og Gissur einhvern veginn, hann aldrei samur eftir Flugumýrabrennu. Hann einhvern veginn verður beiskur, reiður, óskaplega paranoid, hann hræddur, hann hefur mikil vara á sér, einhvern veginn hans líf verður einhvern veginn algjörlega svona eins og líf í fangelsi. Hann áttar sig á því að hann mun aldrei eignast neina afkomendur, þannig að það mun enginn sem sé halda nafni hans eða hans ættar á lofti og einhvern veginn hann fer inn í sig, verður mjög svona einhverfur, einangraður. Hann verður sér reyndar, hann tekur sér að Frillu, Ingibjörgu Gunnarsdóttur og sem ágætt kona, en einhvern veginn Gissur verður aldrei samur eftir þetta og síðan öll þessi eftirmál sem að fylgja Flugumýrabrennu í raun og veru, það víg Odds Þórarinssonar, víg Þorgils Garða, víg Eyjólfs Þorsteinssonar, víg Hrana Konráðssonar. Þetta eru allt saman hefndar aðgerðir sem einhvern veginn eiga upptök sín í Flugumýrabrennu. Þannig að Flugumýrabrenna alveg ótrúlega örlagaríkur viðburður.
Og það náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að brennumönnum, þeim tekst ekki aðal ætlunarversitt að drepa Gissur, þannig að hann eiginlega ástandið versnar mjög mikið. Og þetta er eins og svona, ef maður fer inn í nútímasöguna, þetta er eins og þegar að þýskir herforingjar reyndu þann 20. júlí 1944 að ráða Hitler af dögum og það mistekst fyrir einhvern furðulegan hátt, fyrir einhverja gráglettni örlagana. En einhvern veginn þessi atburður verður til þess að heimsstyrjöldin sem slík, að hún eiginlega verður enn mannskæðari og enn svakalegri heldur nokkuð sinni fyrr. Bara þetta að þessi maður lifir, að þessi áform þau mistakast, að það breytir allri veraldarsögunni. Það eru fleiri sem að deyja þessi frá því júlí 44 og fram að stríðslokum í maí 45, heldur í allri styrjöldinni fram að því. Og eins er eiginlega með flugumýrabrennuna, að hún breytir bæði valdahlutföllum og einhvern veginn að Gissur hann gengur einn á göflunum í hefndinni og síðan að þegar kemur hann Ísland undir Noregskonung. En síðan verða allar þessar svona hliðarhefndir og hefndir sem að leiða af hefnd og svona alls konar persónuleikar sem að kristallast einhvern veginn út frá þessari flugumýrabrennun. Þannig að þessi tveir atburðir sem sé Örlygsstaðabardagi og flugumýrabrenna eru náttúrulega þessir atburðir sem að móta Íslandssöguna á 13. öld. Og ég held að flugumýrabrenna hafa haft enn alvarlegri afleiðingar vegna þess að einhvern veginn það öll svo orka sem að hefði geta leyst úr læðingi ef það hefði orðið friður og ættirnar hefðu friðmælst. Það hefði sennilega verið öðruvísi samskipti Íslands við Noregskonung og við norska valdið ef að menn hefðu haft gæfu til þess að sættast og ná friði og einhverju samstöðu. Þannig að þetta er sennilega flugumýrabrenna einhver örlagaríkasti atburður í Íslandssögunni vegna þess að einhvern veginn það er svo mikið af svona vondum atburðum sem að leiða síðan af þessum eina atburði. Þannig að það er nú það sem og þarna þessi kristalla síðan öll þessi átök sem að síðan verða og þessir einstaklingar sem að koma fram á sjónarsviðið, að þeir eru ansi svona misheppnaðir mörgu leyti og Gissur er svo breyttur. Hann er ekki sami maðurinn og hann var áður, þannig að hann verður svo hættulegur vegna þess að hann er einhvern veginn rekinn áfram af einhverjum hvötum sem eru mjög svona skemmandi eða meiðandi bæði fyrir hann sjálfan og allt hans umhverfi. Þannig að þetta er svona verður mjög svona mikil umskipti í samfélaginu eftir brennuna. Og allir þessir einstaklingar sem síðan koma fram, þeir svona sýna af sér mjög svona mismunandi karaktereinkenni eins og Oddur og Þorvarður Þórarinsynir og Þorgils Garðisson og tala illum eins og ég ger allstaðar og Þórður Kakali, hann deyr í Noregi úr hreinum leiðindum eins og margir gera og síðan eru þetta svona aðrir menn sem að koma fram sem að en það sem að er mjög skemmtilegt þegar einmitt og það er það sem að verður aðal efni Einars á eftir að það er náttúrulega hvernig hefndin er og síðan þessi saga Hrafns Oddssonar sem einhvern veginn leikur hann tveim skjöldum í brennunni og hvernig hans saga verður áfram, hvernig hann verður konungsmaður og hvernig hann einhvern veginn lifir allt af. Hann er dálítið eins og Gissur að því leyti til að hann lifir allt af sem gerist í landinu og hann kemur eiginlega út svona sem eiginlega hálfgerður sigurvegari ásamt fleiri mönnum en spurningin er hvernig til hversu mikið að hylla það var.